Tómas, þetta stór dagur hjá okkur hérna í HS Orku. Þið eruð að, hvað getur sagt, setja Svartsengi á allt annað stað, en vissulega Svartsengi upphafið af fyrirtækinu í rauninni. Já, þetta lítur ánægjulegt. Já, það gaman að fagna því sem við erum svo sem búin að vera að gera í heilt ár. Félagið orðið 50 ára gamalt, Hitaveita Suðurnesja og núna HS Orka okkar megin. Við erum Svartsengi, það var byrjað að bora hér 74 og byrjað að framleiða heitt vatn hérna 76. Og það sem við erum að gera núna er að taka nýja virkjun í notkun og afleggja gamlar tvær, endurbyggja miklu leyti hitaveitu framleiðsluna og framleiða leið 20 megawatt í viðbót úr þessari nýju túrbínu. Þannig að tæknin hefur fleygt fram og þessi nýja túrbína, við erum ekki að bora neitt eða gera neitt fyrir hana, taka meira upp á jörðinni, við erum bara að nýta allt saman sem við tökum upp betur. Tæknin að hjálpa ykkur þar, þetta bara þróun sem hefur oft séð stað á síðustu áratugum? Síðustu áratugum, hér hafa náttúrulega verið byggð, 6 stórir áfangar í gegnum tíðina og en það eru 20 ár síðan, meira en það, 25 ár síðan síðasti áfangi var tekinn í notkun. Þannig að núna var komið tími á mikið af þessum elsta búnaði og það er bara mjög gaman að geta fagnað því í dag og gert það vel. Þetta er virkilega öflug virkjun sem við erum að byggja og það er hægt að stækka hana talsvert, þannig ef meira kemur upp svæðinu í framtíðinni þá höfum við tök á því ef við fáum leyfi til þess að framleiða talsvert meira hérna. Þýðingu hefur þetta svona fyrir starfsemina og fyrir svæði, svona stundumál? Þetta er náttúrulega, Ísland þarf orku. Frekar orku. Það var nú bara í dag var verið að tala um nýja orkuspá og það sýnir það að við getum alls ekki leyft okkur að slaka á í að afla orku. Hér eru fullt af tækifærum. Við erum að sjá uppbyggingu fiskeldi á landi, við erum að sjá mikinn áhuga á uppbyggingu hérna í kringum okkur, gagnaverin hafa vaxið og nú eru menn farnir að vera með gervigreind í þeim, þannig að bara almennt til atvinnuuppbyggingar á svæðinu þá er þetta bara nauðsynlegt og við bara erum stolt að taka þátt í því. En það hlýtur að hafa verið gríðarlega áskorun að vinna að þessari gríðarlega mikilvægu stækkun á sama tíma og það eru eldsumbrot og eldgos. Já, ég verð að bara fagna, hrósa þeim verkfræðingum sem sinntu þessu og tæknifólki sem sinntu þessu og verktökum sem tóku þátt í þessu því að þrátt fyrir nýju eldgos, 4 mánaða seinkun, þá tókst okkur nú að klára þetta á tíma. Og það gerðum við ekki með því að taka einhverja áhættur sem var óásættanleg. Þetta var allt saman, hvað að segja, gert að yfirveguðu ráði og vandlega athuguðu ráði, þannig að við erum mjög stolt af þessu fólki og hvernig það hefur skilað sér hingað. Og þetta kostar eitthvað penning? Já, svona er aldrei ókeypis. Þetta eru einhvers staðar í kringum 12 milljarðar þegar allt er komið, þessi framkvæmd, þannig að sem er talsvert undir áætlun sem við fórum upphaflega með, sem segir líka hversu vel teymið hefur haldið utan um verkefnið. Hvað svona, ef við horfum aðeins inn í framtíðina, er eitthvað í pípunum sem maður segir? Já, við erum aldeilis spennt fyrir Krýsuvíkursvæðinu. Við erum búin að bora rannsóknarholið þar. Við ætlum að reyna að bora 2 á næsta ári. Við erum líka náttúrulega með Hvalárvirkjun sem við höfum áhuga á að koma áfram. Það féll dómur í síðustu viku um vatnsréttindin sem var þess eðlis að við ættum að vera úr þeirra óvissu ætti að vera 1. En nú er þetta svæði hérna, Svartsengisvæðið og Eldvörp líka umtalsvert öflugt og við höfum aldrei séð neitt niðurdrátt í þessu svæði að það sé að gefa okkur minna, þannig að við teljum við getum mögulega vaxið hér talsvert til frambúðar. Þannig að á öllum okkar vígstöðum er nóg að gera og svo eru ýmis ný verkefni sem koma upp, þannig að við erum bara mjög spennt fyrir því. Hvað með svona, hvað getum við sagt, ef við getum kallað það, hvað með fréttir af eldgosum, frekari eldgosum, hvernig tæklið þið það? Við náttúrulega fylgjumst afskaplega vel með. Við erum með frábært vísindafólk sem fylgist mjög vel með hjá almannavörnum og veðurstofunni, þróuninni. Hér eru mælar sem mæla landris og það er ennþá landris. Það hefur minnkað samkvæmt nýjustu fréttum. Við veitum ekki hvort það er einhver líkur á því að þetta sé búið. Það held ég alls ekki, en allavega landris hefur minnkað. Við fylgjumst náið með því og með þessum varnargarða og þær viðbragðsáætlanir sem við höfum, þá teljum við að við séum nú að ekki að setja fólk í hættu hérna. Varnargarðarnir, þeir náttúrulega höfðu gríðarlega góð áhrif. Þeir björguðu. Hvort er gerðu? Maður sér það með kemur hérna. Þetta er engin smámannvirki og þeir björguðu því að í raun og veru
Ekki eru skemmdir á hver einasta heimili, í hver einasta fyrirtæki, á flugvellinum, varnarsvæðinu og annars staðar. Þeir björguðu því. Þannig að það var frábær framtak og framkvæmd og vel að henni staðið og vissulega dýrt en framkvæmd og ákvörðun sem var tekin að yfirlögðu ráði, hver einasti alþingismaður samþykkti á þingi þau lög sem voru í lög leidd þegar þessu var ýtt úr vör, þannig að ég held að þetta hafi verið farsælt fyrir alla. Þurfa Suðurnesjamenn að hafa eitthvað áhyggjur af því að heita vatni geti brostið? Við búum náttúrulega á svæði sem mjög virkt og það eiginlega alveg óábyggilegt að mér að segja að það geti ekkert komið fyrir. Svo líka bara gífurlega mikill uppbygging á Suðurnesjum og sem frábært. Og eftirspurn, uppbyggingu fylgir eftirspurn eftir heitu vatni og við munum örugglega þurfa að brjóta ný lönd. Má svoleiðis að orðið komast til þess að tryggja heitavatnsþörf næstu 30 árin. En við erum vel sett eins og við erum hér í Svartsengi. Við erum í jarðhræringartíma, það getur eitthvað komið upp aftur, en við erum með mjög góðar áætlanir að bregðast við eins hratt og hægt ef það gerist.